sal af úrvalsfólki. Við höldum þessu vonandi bara áfram að fylla salinn á hverjum einasta laugardagsmorgni hér eftir. En þetta nú reyndar næst síðasti fyrirlesturinn eða svona sem ég hafði skipulagt að sinni. Hins vegar vonandi flokkurinn langt frá því að vera deyjandi hræ einhvers staðar út á götu. Hann bara rétt að byrja og vonandi eigum eftir að efna til svona margoft síðar. Það allavega ég til. Ég ætla að halda áfram frá það sem frá var horfið í síðasta þætti þegar við vorum að ræða verkalýðshreyfinguna á Íslandi og við komum svona fram að þriðja áratugnum. Það var nú ekki lengra. Maður þarf að stoppa víða og skyggnast í ýmsar áttir og þess vegna nú ekki neitt rosalegu skriður á okkur held ég og það líka ágætt og þar fyrir utan að þá svo yndislegt að þegar maður að horfa á söguna þá tengjum við svo oft við samtíman og eftir þessar fyrirlestrar sem þegar hafa verið haldnir þá hafa myndast svo skemmtilega umræður sem mér finnst að fólk ætti einmitt að gagngert koma hingað til þess að verða þáttakandi í þeim því að það eiginlega toppurinn á þessu námskeiðum finnst mér, það umræðurnar sem hafa orðið hérna á eftir. Nema hvað, við ætlum að halda áfram með verkalýðshreyfinguna og hérna ég komin að sjálfshjálpinni. Verkalýðsfélög í árdaga voru óskrifað blað, bæði fyrir sjálfum sér og öðrum. Hvernig eigum við að vinna? Þeir höfðu kannski ekkert mjög góðar fyrirmyndir. Alls ekki hérðan frá. Hér voru engin félög eða mjög fá og það voru þá iðnaðarmannafélög upphaflega. Menn höfðu náttúrulega fregnir af félagsstarfi í Evrópu en engu að síður þurftu menn að fika sig áfram og það gerði mér á svo margvíslegan hátt og það aðdánarvert hversu frjór þessi jarðvegur var bæði þeirra sem voru þiggjendur og hinna sem voru þá veitendur. Það að segja menn sem lögðu krafta sína í að skapa hreyfinguna voru voru á fundum og tóku þátt, komu með hugmyndir og sáu þær oft raungerast. Þetta byrja allins með, ekki síst, þurfti einhvers konar miðil, eins og við erum að nota núna. Við notum miðla, við notum almannamiðla, hvað kallar samfélagsmiðla og þetta sett á streymi og menn geta svið þetta hvenær sem allan daga ársins, skilst mér, ókomuna framtíð. En hins vegar að þá voru slíkir miðlar ekki til aldamótin 1900, þá voru menn með blöð. Blöð voru tiltölulega nýtt, það var 18. öldin sem verður svona öld blaðana, 18. og 19. öldin og þegar við erum komin inn á 20. öld að þá fara verkamenn í Reykjavík að huga að blaðaútgáfu og sáu ekki beinlínis kost í því að vera að birta greinar eða gera þessa miðla sem þeir töldu vera fyrst og fremst eign borgarastéttarinnar. Það væri kannski ekki hinn ákjástulegustu miðlar í þeirri baráttu sem þeir sáu fyrir sér framundan. Og 1905 kemur út blað sem gefa nafnið Alþýðublaðið gamla. Það bættist við gamla síðar að sjálfsögðu, það var Alþýðublaðið. Og þetta var gríðarlega vel skrifað blað og það það sem ég hef alltaf dáðst með þessi blöð alþýðufólks, hversu vel skrifuð þau voru og góður texti, frábærir pennar. Og þetta var eitt af mörgum blöðum sem verkalýðsfélög gaf út og síðan kom Verkmannablaðið
ekki verkamannablaðið, heldur verkmannablaðið og svo Alþýðublaðið síðar. Dagsbrún kom út líka og þetta var sem sé miðillinn. Annað var svo hvernig reddum við okkur sjálf þegar hart í ári. Ein leiðin var að við fáum garðlönd. Við þurfum sjálf að rækta jörðina. Nú þetta voru náttúrulega, þetta ofsalega streymi frá sveit í bæ aldamótin 1900. Þannig að þetta unga fólk sem að koma hingað, það með báðar fætur í sveitinni og þegar það kom hingað þá það annan fótinn í sveitinni og hinn í borginni eða bænum og þá ekkert nærtækara en að rækta jörðina, taka þátt í að rækta jörðina og þeir fá garðland til afnota og það garðland átti eftir að borga sig heldur betur þó að dagsbrúnarmenn reyndust vera frekar linir við garðræktina. En þessi garður var það sem núna gamli garður í Háskóla Íslands á þeim slóðum. Og þegar þessi garður sem sé var tekinn eignanámi af Reykjavíkurborg að þá var féð sem var ekki lítið fyrir þetta land nota til að stofna atvinnuleysissjóð í Dagsbrún. Þetta sem sé stofn hans. Annað sem menn voru mjög áhugasamir og menn höfðu svo sem alveg kynnst því líka úr sveitunum, það var að hafa einhvers konar verslunarrekstur. Bændur fóru af stað miðja 19. öld með stofnun kaupfélaga og í bæjunum fannst mönnum það líka að vera við hæfi að efna til einhvers konar samvinnu að fá ódýra vöru. Og kaupfélag verkamanna stofnun 1915 og síðan þau fleiri, það kommunistar stofna pöntunarfélag Alþýðu og Krón sem ég vona því munið eftir. Það stórmerka fyrirtæki, það var stofnað 1937 og það eiginlega fyrsta, og það kommunistar sem standa að þeirri stofnun og það var í fyrsta sinn sem þessar tilraunir tókust almennilega. Menn voru að stöðugt að reyna en það voru svo margir erfiðleikar bæði með pöntunarfélögin og kaupfélögin að þetta fór meira og minna á hausinn, oft með miklum látum og ljótu tapi fyrir ýmsa. En þarna tekst það. Og þetta verður alveg nánast risi í verslun á Íslandi áratuga skeið. Krón stendur náttúrulega fyrir Kaupfélag Reykjavíkur og nágrennis. Þegar ég ólst upp í Kópavoginum, þá voru minnst tvær ef ekki fleiri Krónverslanir. Annað var svo sem mönnum hefur þótt einkennilegt og hafa undrast. Þeir stofnuðu fyrirtæki 1919 sem við kölluðu Samningsvinna. Og það félag var bókstaflega sjálfstætt félag í eigu Dagsbrúnar og það bauð í verk við höfnina til þess að reyna að draga verk inn til félagsmanna. Og þetta virtist ganga prýðilega en það var einhver vandamál tengt bókhaldi og ýmsu svona sem þannig að þetta varð reyndar, það gekk í nokkur ár en gaf svo upp laupana. Við erum komin þarna sem sé rétt eftir fyrir heimsstyrjöld. Fyrir heimsstyrjöld, hún náttúrulega gríðarlega mikill örlagavaldur, ekki bara á meginlandi Evrópu, heldur líka hér á Íslandi og þar
fylgjast menn með bæði með stríðinu, Norðurlandastyrjöldinni miklu og þessum gríðarlegu hörðu átökum, byltingatilraunum, náttúrulega byltingunni í Rússlandi 1917, byltingatilraunum alla Evrópu í lok stríðsins, beiskju Þjóðverja eftir Versailles-samninginn 1919. Evrópa kraumandi suðurpótur og menn sjá núna býsna vel hversu margt var, hversu mörg spor voru stigin þar sem hefðu betur verið látin óstigin. Ekki síst hvað varðar meðhöndlun bandamanna á Þjóðverjum. Hún var af þeirri gerð að sagnfræðingar hafa stundum talað og það með nokkrum rökum 31 árs stríðið, sem þá stríðið frá 1914 til 1945. Vegna þess að þetta svo samtengt. Þetta var ekki bara eitt stríð. En í þessari hrikalegu gerjun þar fá menn ýmsar hugmyndir og menn horfa til þess sem að gerast í Evrópu. Eitt var að menn vissu vel að því að það var verið að byggja verkamannabústaði. En Íslendingar voru ekkert að pæla mikið í því. Það kannski spánska veikin 1918 sem vekur fólk upp til vitundar hvílíkt ástand það í húsnæðismálum. Reyndar var það svo að veturinn 1916, hann var alveg ótrúlega grimmur og þá var sem sé haustið, það var fardagarnir flust í bæjum flust yfir á haustið, áður var það sem sé alltaf fardagar á vori í sveitinni, en þarna verður til eitthvað konar fardagar á hausti og haustið 1916 sko 100 manns á vergangi í Reykjavík. Það þurfti að finna skjól fyrir þetta fólk í fangaklefum, í sjúkrahúsum, í skólum. Bærin fólk lá bara í einhverjum pókum hérna upp á Skólavörðuholti. Þetta var hrikalegt ástand sem maður sér lýsingar á í blöðum þess tíma. Og síðan hérna kemur það einhver bót fundin en menn höfðu ekki meðal annars, menn komu þá með byggingu pólana, það að segja Suðurpóls. Pólarnir var húsnæði sem var byggt einmitt vegna þessara húsnæðisreglu 1916 og þetta voru hús sem lágu hérna það sem núna Valsvöllurinn, þar rétt hjá og þessar byggingar áttu bara að vera til skamms tíma. En þær lifðu sjálfan sig eins og aðrar slíkar tilraunir sem hafa verið gerðar. Skammtímar lausnir verða langtíma þjáning þess fólks sem þetta bjó. Og þetta var í 1916 og það ekki fyrir 1900 á 8. áratug 20. aldar sem Pólarnir eru rifnir. Ég man ennþá eftir börnunum í Pólunum þegar ég átti þarna leið framjá. Þetta fólk, krakkarnir skáru sér dálítið úr, oft með þykkan grænan hor úr nefinu. En 1918 gengur náttúrulega þetta ár 1918 alveg ótrúlega magnað í íslenskri sögu, við vitum það. Það ekki bara kulda, þessi frostaveturinn mikli, það ekki bara gos, það líka spánska veikin og svo alltaf fullveldið sem við fáum 1918 og það reyndar svo að það danskt frumkvæði. Íslendingar hafa gjarnan barið sig á brjóst og sagði helvítis Danirnir, það Danirnir sem komið með þetta frumkvæði þegar Íslendingar vildu fá siglingafána.
til þess að geta verið öruggari á höfunum af því að þessi stórveldi myndi ekki fara að skjóta á litla Ísland. Þannig við þurfum að geta merkt okkar báta þannig að þeir væru öruggir við íslenskum fána, ekki dönskum. Og þá skynjuðu Danir býtu nú við, þetta er athyglisvert. Nú þeir höfðu staðið á bremsunni áratugaskeið. Það miðaði hvorki fram með aftur, þetta var bara status quo í áratugaskeið, í grófum dráttum, í öllum þessum málum sem tengdust sambandi Íslands og Danmerkur. En þarna sáu Danir sér möguleika, því að þeir hafa alltaf verið bísnismenn. Þeir sögðu þessu svo. Wilson Bandaríkjaforseti og jafnvel Lenin, báðir þessir gaurar, hafa verið að minnast á það að friðurinn sem í sjónmáli, hann verði að byggjast á sjálfsákvörðunarrétti þjóða. Hver þjóð fá að ráða sínum næturstað. Við við mistum Suðurjótland til Þjóðverja 1864, aumingja við fórum í stríð við Þjóðverja, eða þeir við okkur, eða Prússa eins og þeir voru nefndir, og við mistum Suðurjótland. Allir Danirnir þar, þeir vilja náttúrulega koma til Danmörkur, vegna þess að Danmörk náttúrulega í liði bandamanna, Þjóðverjar voru að tapa og þeir munu kjósa að koma heim til okkar. En við getum þá ekki staðið á bremsunni gagnvart Íslendingum. Þegar þeir vilja fá sjálfsákvörðunarrétt, þá getum við ekki staðið á bremsunni gagnvart þeim. Það yrði mjög slæmt í fjölmiðlum heimsins. Ef við staðum á bremsunni gagnvart Íslendingum og þeir en leið væri við að gera kröfu að fá lönd tilbaka frá Þjóðverjum. Svo að við svörum þessu, og þetta hægt að lesa í greinum í dönskum blöðum frá þessu tíma, þeir voru mjög opnir þetta. Það þýðir ekkert að það standa bremsunni gagnvart Íslendingum ef við ætlum að gera kröfu til að fá tilbaka löndin sem Þjóðverjar tóku frá okkur. Svo við þurfum að vera dálítið klókir. Við bjóðum þeim bara samninga þetta samband okkar frá A til Ö og göngum frá því fljótt áður en það er á seint. Og það gekk á 4 mánuðum, það sem ekki hafði gengið á 4 áratugum áður, að semja sjálfstæði Íslands. Svo að 1. desember þá sambandslagasamningurinn sem sé fullgerður og hann fól í sér gagnkvæma rétt Dana og Íslendinga og svo framvegis og hvor þjóðunum sig að sagt þessum samningi upp að 25 ára liðnum og sem var gert. Þannig að vísu var þá ákvæði að á undan þyrfti að vera viðræður sem ekki var hægt 1943 þegar 25 ára voru liðin. Þá var náttúrulega voru báðar þjóðirnar í fjötrum. Annars vegar Þjóðverjar voru með Danmörk og Bretar og Bandaríkjamenn voru á Íslandi. Svo að, og fyrst og næst Bandaríkjamenn. Svo að þetta myndi ekki ganga upp. En ég nefni þetta bara til þess að vekja athygli á því að þessi saga allt svona tengd. En já, og svo líka það þegar spánska veikin gengur haustið 1918 að þá ástandið náttúrulega hrikalegt mjög víða. Þið þekkið það nú hefur verið gerð ágætis bók þessa hrikalegu plágu og ég hef sjálfur skrifað þetta í dagsbrúnarsögunni við Brúni Stax og við Brúni Stax saga verkamannafélagsins Dagsbrúnar. Flokkurinn á, þá held ég þau bindi 2. Það er allavega þetta fá þau, það er já, þau eru inn á bókasafni. Þannig að þetta verða skyldulesning fyrir sósíalista, að mínum mati. En þetta tengist nefnilega húsnæðismálum. Það verða til sjálfboðasveitir í bænum. Fólk sem bara fórnaði sér, það eru hetjur. Það er alltaf verið að tala hetjur í dag, í fótboltanum, í handboltanum. Mér finnst það að vera ægilega vill að fara inn með orðið hetja.
hetja sú sem kannski hræddur en tekur samt áhættu. Og eins og fólki sem fór í sjálfboðaliða starf 1918 að ganga hús úr húsi, þar sem heilu fjölskyldunar voru deyjandi eða dánar, hlúa að þjáðum. Þetta fólk, það sá líka hvílíkar aðstæður fólk bjó við. Og þetta verður til þess, og þar hafði Gunnar sá ágætis sakfræðingur sem fjallaði hérna spönsku veikina, hefði mátt koma inn á þetta, hann hefur ekki lesið bókina mína sennilega, að þetta sjálfbælega starf, það verður til þess að opna augu fólks fyrir ofboðslega slæmum aðbúnaði fólks sem bjó í myglusmóknum kjöllurum og í einhverjum háaloftum sem hvorki héldu vatni í vindum, oft á tíðum. Afar slæmar aðstæður. Og þetta fólk, það var sem sé þetta kvundarsfólk í Reykjavík. Og þetta verður til þess að þarna stofnað fyrsta byggingafélag verkafólks á Íslandi. Það 1919. Það sem sé byggingafélag Reykjavíkur. Og það eru fyrstu verkamannabústaðir. Það fyrstu tilraunir sem við gerðum með verkamannabústaði. Og eitt þessar húsa stendur enn þarna rétt fyrir neðan Skólavörðuholt. Nú skóli, leikskóli, já. Eitt þessar húsa. Nú, svo það gerðist 1917 að Frakkar gerðu upptækan helming íslenska togaraflotans. Þeir kröfðust þess af Íslendingum og bandamenn lögðust á sveif með þeim að þeir létu Frökkum eftir 10 togara af 20 sem íslenska þjóðin átti, eða íslenskir útgerðarmenn áttu. Og þetta var nauðungarsamningur sem útgerðarmenn sáu svo sem mögulega gróða von í vegna þess að þeir voru gamlir og þá var komið nýjar gerðir og menn trúðu á tæknina, hún yrði ennþá meiri og það kæmi góðsinn tíð eftir stríð. Svo þeir létu eftir þessa togara. En áratugurinn nefnilega, hann hefur verið gjarnan sagður af hagfræðingum og hagsögufræðingum, þar að segja þriðji áratugurinn, sem áratugur hinnar miklu hagsældar. Bandaríkjamenn kalla þetta the roaring twenties, bara djammandi áratugurinn. Það má svona litlu munastundum þegar íslenskir hagfræðingar að fjalla þetta, að þetta hafi verið eitthvað svipað ástand hérna þá. En það var bara ekki svo hjá öllum. Það var, ef þú lest hagtölur, þá það alveg hárrétt. En hvað segja hagtölur okkur? Það segja okkur ekki nema brot af sögunni. Ef við skoðum til skerðabækur félagana, verkamannafélagana, ef við skoðum greinar í blöðum þeirra sem þessi gáðu sjálfur út, ef við skoðum dagbækur eða ýmislegt annað sem verkafólk skildi eftir sig, þá kemur í ljós allt annar veruleiki. Það voru, og ég hef stundum sagt, þriðji áratugurinn var einhver besta kennsla sem íslenskt verkafólk gat fengið, eða undirbúningsnámskeið sem íslenskt verkafólk gat fengið fyrir kreppuna miklu. Það þeir voru stöðugt að glíma við atvinnuleysi. Það var tímabundið atvinnuleysi, það var árstíðabundið atvinnuleysi, það var þetta stöðuga óöryggi. Og 1920 að þá gáfu útgerðarmenn og stjórnvöld eftir gagnvart kröfum verkafólks, því að þarna bentu þeir á, býtu við sitjum eftir atvinnulaust. Þá rétt að gróðinn af þessari sölu togarana, hann fær allur í örfá á vasa, ekkert til
þess fólk sem átti allt sitt undir því að þessi atvinnutæki væru til. Og það var látið eftir, það var svona fé sem var veitt til verkalýðshreyfingarinnar, til Alþýðusambandsins og var kallaður Stórisjóður. Og þetta átti að vera atvinnuleysissjóður. Ég hef skoðað hennar sjóð og fjallað hann í þessum bókum mínum. Hann gufar dálítið upp og maður spyr, þetta einn af þessum sjóðum sem snjallir menn komust að væri fé án hirðis og gátu sjálfur tekið það svona yfir einhverju leyti. Ég þori ekki að fullyrða það. Mér finnst að það þurfi rannsókn á þessum sjóði eins og ýmsu öðru hérna á Íslandi. Þetta var, en hann nýttist engu að síður árabil fyrir verkafólk. Það er athyglisvert að þú segir að röksemdin hefði verið svo að það væri verkalýðsfélögin setja fram gagnvart þá atvinnurekendum og ríkisvaldinu að það sé ekki sanngjarnt að gróðina þessar tilteknum sölu fari allir að fá á hendur. En þetta sýnir dálítið aðra tíma, á þessum tíma þá var ekki búið að gleypa þá hugmynd að þetta væri bara eðlilegur hlutur. Nákvæmlega, það er nákvæmlega hárrétt og þetta er alveg hárrétt og reynda var það svo að þessi verkalýðshreyfingin þarna að styrkjast. Félögin eru að styrkjast. Alþýðusambandið náttúrulega til sem flokkur og sem fagsamband fæðist 1916 og það eitt og út af fyrir sig er gríðarlegt afl og síðan er það líka að nú veit ég ekkert hvað ég ætla að segja af því hann truflaði mig. En ok, við skulum reynda var það svo að togarakaupin sem eftir stríð þá gerðu íslenski útgerðarmenn einhver stærstu kaup. Íslendingar alltaf verið stórir í smæðsinni. Þeir eru mestir, eins og við heyrum náttúrulega núna á ráðherrunum tala þegar þeir eru að tala bæði barátuna COVID og barátuna við loftslagsplán krísuna. Þá eru Íslendingar algjörlega í sérflokki í fremstu, þeir eru svona leiðtogar heimsins sem allar aðrar þjóðir horfa til. En þetta er ekki alveg svo. En þarna var það líka, þeir voru mjög stórtækir útgerðarmenn. Þeir gerðu stærstu pöntun sem hafði gerð á togara, fyrir togara sem nokkurn menn hafði gerð fram að þeim tíma. Ég veit nú ekkert hvað hafði gerð síðan. En þetta þótti alveg gríðarlega stór pöntun. Það voru svo margir sem pöntuðu þá leið, en niðurstaðan var svo að það bjarta tímabil sem átti að fara í hönd eftir að þessari skelfilegu styrjöld lauk varð ekki það bjartnætti, þú sólar upprás nýs tíma sem menn höfðu trúað og viljað trúa. Það voru kreppur, það voru átök, það voru fjarri því að vera Evrópa var enn í sárum og kraumandi samfélag margra tilrauna. Við ég nefni 23, þá er fyrsta maíganga farin í fyrsta sinn í Reykjavík. Ég nefni það reyndar 1. maí er upprunnin í Ameríku, vissuð það? Það er amerísk uppfinning, 1. maí, og það var vegna kröfu þarlendra verkamanna á seinni hluta 19. aldar, 1884 ef ég man rétt, að fara fram á 8. vinnudag sem svona eðlilegan vinnudag. 8. stundar vinna, 8. stundar hvíld, 8. stundar svefn. Það var hugsunin.
Og þessi ganga kom hingað fyrst, þá var nú búin að vera í áratugi í Evrópu, en hérna fóru menn af stað fyrst 23 og það var líka gott. En það svona dálítið athyglisvert og ég fjallaði aðeins það, sko, að því að þeirri göngu alveg lýst hvert menn fóru bæinn. Og það eins og menn hafi sko stikað bæinn þverran og endilangan, þvers og kruss, alveg ótrúlega vegalíndir og voru engan veginn búin að fá nóg. Núna, og ég held að það tengist einmitt velferðin innan gæsalappa sem hefur breyst dálítið mikið í leti eða vandamál okkar sjálfra, að eftir því sem nær okkar tíma líður, þá styttist 1. maí-gangan. Hún núna bara frá Hlemmi beinustu leið niður á Lækjartorg eða niður á Ingólfstorg og þar hætt. En miðað við þessa garpa þarna 1923 og á þeim árum þá hefði það þótt lítið varla taka því. En ég vek athygli á því líka að þetta sama ár þá gekk Dagsbrún í alþjóðasamband flutningaverkamanna. Og það var, sem sé, stórmerkilegt fyrirbrigði, alþjóðasamband. Það voru kommunistar sem það voru held ég upphaflega í fararbroddi, en þó samt ekki alveg viss það til að byrja með. En þarna var, sem sé, og ég nefni það vegna þess að þetta mér mjög kært, bæði vegna þess að þetta fyrst sinn sem verkalýðsfélag hefur svona alþjóðleg samskipti, gengur í einhverja alþjóðlega grúppu og líka að heimildir sem safn alþjóðasambands flutningaverkamanna sem núna í Amsterdam, það hefur veitt mér miklar heimildir frá því tímabil sem heimildaleysi var mjög slæmt í sögu verkafólks í Reykjavík og Dagsbrúnar sérstaklega. Og ég hef fjallað týndu gerðabókina, það sem sé bók, týnda gerðabókin bók almenna félagsfunda 10 ára tímabils frá 1917 til 26 og þegar ég var að vinna þessu bókum Dagsbrúna þá þurfti ég að finna heimildir en ég var við bara svarthol vanþekkingar þarna en þá kom mér í hug að leita í þetta safn alþjóðasambands flutningaverkamanna. Auk þess voru menn líka að gera byltingu þarna 1917 í Rússlandi, í Petrograd reyndar upphaflega og sú bylting varð til þess að það var til alþjóðasamband kommunista, Komintern 1919 og Íslendingar verða mjög fljótt áhugasamir samstarf við þetta eða einhvers konar tengsl við Komintern og Ólafur Freyrisson fór 1920 og 21. Halldór Laxness var nú að flækjast þarna líka 24, reyndar ekki á Kominternþingi en hann skrifaði þarna í Austurvegi og svo skrifaði hann Gerska ævintýri réttarhöldin 38 sem nú mikil harmsaga bæði skáldsins og þess sem þar gerðist. En þessar heimildir bæði í Moskvu og ég fór einmitt gagnger til Moskvu til þess að leita heimildum fyrir þetta svarthol sem þarna var í sögu Dagsbrúnar og verkafólks í Reykjavík. Og kommunistar voru ofsalega miklir afkastamenn í að gefa skýrslur og veita upplýsingar það sem hérna var að gerast og þetta voru þess vegna framúrskarandi góðar heimildir þó að það séu náttúrulega með sína takmarkanir vegna þess hversu maður áttaði sig á að þetta voru kommunistar sem að gera þarna grein fyrir sínum málum en svo sama hjá krötunum hins vegar líka í söfnum í Skandinavíu þegar ég nú reyndar eins og ég áður sagt doktor í krötum, ég skrifaði doktorsritgerð mína samskipti íslenskra og evrópskra og fyrst og skandinavískra krata frá árunum 1918 til 56 og söfni þeirra eru mjög fín líka, þessi skandinavísku söfni eru ofsalega fín og þar gat ég fundið mitt
þeirra útgáfu af þessari sögu. Svo að þegar maður að skrifa svona bók eins og Verkamannafélagið Dagsbrún sem svo öflugt félag og mikill svona mikill brautriðandi bara í þessari baráttu hérna í Reykjavík og á Íslandi almennt, að þá dugir ekki að horfa bara í íslenskar heimildir, dagblöð og eitthvað slíkt, að þú þarft að fara víða og leita víða fanga. En þetta var nú svona hérna, það sem spurningin var hvort að þriðja áratugun hefði verið góðæri mikla og ég var að svara því áðan. En ég ætla að sýna hérna vinnutímabreytingar. Það eru sem sé hérna 10 tíma vinnu, það sem sé bara samningur, reyndar bara hérna einhliða samningur, það að segja að dagskránni lýsa yfir með aukalögum að vinnutími sé 10 stundir frá 6 til 18, 12 tímar sem sé, en það eru tegnir frá matartímar og kaffitímar. Og síðan 13 til 20, það eftir þessi verkföll þarna í Reykjavík, þessi hörðu verkföll, 13, þá næst það fram að dagvinna sé 10 tímar og eftirvinna 4 tímar og næturvinna eftir klukkan 22. En þarna sem sé kaffitímar og megintíminn hérna hádegishlið ekki inni. En svo þetta finnst mér mjög merkilegt skref sem þarna stigið 21, þegar Dagsbrún tekst að fá það inn í samning að kaffihlið sé greitt, það 2 kaffihlið, 2 hálftíma kaffihlið og atvinnurekendur gangast undir þetta að borga 2 hálftíma kaffihlið svo fremur sem ekki sé farið út af starfssvæðinu eða eitthvað slíkt. Það sem sé voru engin mikil skilyrði fyrir þessu, þeir bara greiddu þetta. Þannig að menn voru að vinna sem sé vinnuvikan 60 tíma en greitt var fyrir 66 tíma. Þannig að menn fengu hann að kaupa uppbót og þetta svona mjög skýrt dæmi það réttindi sem fást og réttindi sem hægt að taka tilbaka. Og það hefur því miður gerst dálítið oft í sögunni að skammsýnir kannski framkvæmdastjórar einhverra verkalýðsfélaga hafa fengið það í gegn að láta eftir selja til dæmis matartíma. Selja matartíma sem tók áratugi að berjast fyrir. Selja kaffitíma. Og menn kann segja það, ok, það er aðri tíma núna og allt annað, jú það er alveg rétt, en það er samt, menn þurfa að hugsa sig tvisvar og leita held ég allavega eftir samþykki félagana áður en þeir fara að velta þessu fyrir sig. En þetta hefur gert mjög oft. En hérna sjáum við líka að hérna félag prentsmiðju kvenna, ég er alltaf að hampa konum, ég finnst það svo merkilega, að þær ná þarna fyrsta samningi 8 stunda vinnudag og það eru prentsmiðjukonur. Reyndar fekk svo iðja 8 stunda vinnudag 35, en það er löngu seinna. En Dagsbrún 1930 ná þeir fram hérna samningi 9 tíma dagvinnu, sem minnka dagvinnu 1 klukkutíma. Og það var reyndar eftir skelfilegt atvik sem gerðist við höfnina, að þar voru menn að menn þurftu alltaf að vinna eins og brjálæðingar í öllum veðrum og þurftu að vera tilbúnir á öllum tímum sólarhringsins. Þegar skip kom, togari kom, þá þurftu menn að vera tilbúnir. Og það sem drap flesta verkamenn, ég veit að þið viti hvað það var, eða hvað. Það var lúnabólgan. Alveg ótrúlegt að lesa hérna því að í árskýrslum þessa tíma er getið orsakir dauða félagsmanna mjög oft. Og það er alveg ótrúlegt hlutfall sem að sér hversu margir verkamenn, jafnvel á unga aldri, deyja af völdum lúnabólgu. Og það er einmitt við þessar aðstæður, þeir eru
tórum niður sko, og verða hamast og það er loftleysi og það verður ofboðslega heitt og þeir verða kósveittir, en þeir eru illa klæddir. Þeir eru bara í gömlu sparifötunum sínum kannski, eða einhverjum aflóa flíkum sem menn köstuðu á sig bara til þess að hafa eitthvað. Og þetta var til þess að menn nokkrir þarna á þessum í mars 1930 dóu af lungnabólgu, og það var þá sem menn sögðu hingað ekki lengra, nú viljum við fá eitthvað að stjórna á þessu, það allt of snemmt að byrja klukkan 6, við viljum ekki byrja fyrir 7 og við viljum að þetta sé sömu laun og það sé og sé sömu kjör og áður. Menn hækkuðu reyndar í launum og það var gengið. Enda var 1930, sko muniði með, ég kem nú aðeins inn á það eftir, en kreppan mikla sem hófst í Bandaríkjunum 1929. 29 voru íslenskir kommunistar að predika kreppan væri að koma, kreppan að koma, hún mun koma, og þá hlógu menn að, en þetta eru bara hugarburður ykkar kommunistana, það ekkert að marka ykkur sko. Að mikið hlegið sérstaklega 30, fram á árið 30, því að það var stóðan ógurlegt góðari á Íslandi. Þá bara voru menn alveg í eiginlega miklum sko, mikilli uppsveiflu andlegri vegna þess hversu atvinnulífið var blómlegt. Byrjun árs og fram á haust 1930. Þá skall þetta allt í einu yfir, þá kom kreppan. En það var líka spurningin af hverju kom hún svona seint til Íslandíka. Og menn þykjast nú vita það. Það vegna þess að Íslendingar voru náttúrulega fyrst og fremst matvæla útflytjendur. Og það sem menn hætta nú síðast, það að nærast. Svo að menn gátu selt fiskinn á góðu verði. Þar til menn gátu ekki meira. Og þá var dregið þá var allt, þá hrundi allt hér líka. Á tiltölulega fáum dögum. En á þessum tíma þá sem sé, vegna fiskveiðanna, útgerðin orðin megin burðarstoð atvinnulífsins, og það sem núna Seðlabankinn reis mikilfenglegt hús upp úr miðjum þriðja áratugnum, 1906 held ég að það hafi verið tilbúið. Það frystihúsið sænska frystihúsið. Þangað á ég eiginlega bara ættir að rekja, og það var stærsta fiskiðjuver held ég bara í Evrópu síðust tíma. Þótti gríðarlega mikið hús, og afi minn blessaður var þarna í mörg ár yfirverkstjóri, og hans synir og börn unnu þar meira og minna allan að framan af ævi sinni. Allir tengdust sænska í minni ætt. Ég ætla nú ekki að fjalla mikið hann Keynes, en þennan fimmtudag þarna 24. október 29, þegar allt hrynur, þá verður skjálfti sem fer allan heiminn, og það reyndar, þá Hoover Bandaríkjaforseti sem var þá republikani. Hann lagði til að það væri eðlilegast að spara sig bara út úr þessari kreppu, og lagði á alls kyns tolla og girti Bandaríkin með tollamúrum. Aðrar þjóðir höfðu þetta eftir og gerðu þetta sama, og þetta dýpkaði kreppuna. Og það síðan 32 þegar Roosevelt kemur til valda að hann dregur þennan Breta hingað, John Maynard Keynes til sín sem svona helsta hagfræði ráðunaut, og þar hefst þessi tilraun með að virkja ríkisvaldið, New Deal eins og það var kallað upp á pókermál, nýja gjöf, og
Og það sem sé menn hérna eru hérna á Íslandi við þetta sama. Það dró náttúrulega úr útflutningi á Íslandi á kreppárunum eftir 30 og við sjáum það á hagtölum að þetta var ekki alveg gott. En það margt jákvætt sem að gerast hérna á Íslandi og ekki síst í sambandi verkalýðshreyfinguna. Þarna þegar árið 1930 gengur í garð, á því ári fyrir þess árs að þá dagskrán orðið tiltölulega bara stórveldi í verkalýðshreyfingunni og þeir ná að knýja í gegn samningum við mjög marga atvinnurekendur forgangsrétt til vinnu. Og það einmitt lykillinn sem við ennþá búum að í Íslandi, að verkalýðshreyfingin hefur haldið vel á spöðunum, gefið ekki eftir forgangsréttin. Vegna þess að ef hann tekinn, að þá verkalýðshreyfingin illa stödd. Þetta hefur valdið því að Íslendingar hafa þetta mikla afl og það líka alveg rétt sem hún benti á hún hérna Anna Sólveig Anna að þessi staðreynd að það svona sjálfbært innstreymi fjármagns inn í hreyfinguna. Hún getur þess vegna lagst í dvala og núlla bara og sofið og haft það hugulegt, en hún getur líka risið upp. En það hætt við því að hún verði dálítið geldstofnun þegar svona en menn geta skammtað sér bara sjálfur. Þarna fé sem kemur bara sjálfkrafa. Og mér fannst þetta svona ágætis ábending sem kom frá henni þarna í umræðinu í Silfrinu, að þessi sjálfbærni, og ég þekki þetta alltaf sjálfur frá eigin reynslu, að þannig það í verkalýðsfélögum að það býsna mikið svona fjárstreymi sem kemur bara og þú þarft ekki að hafa áhyggjur af því meira. Og þar ekki líka mjög erfitt að það var alltaf mjög erfitt að skipta stjórnir. Og það kannski, ég get alveg skilið það á að vera það á að ekki vera mjög einfalt að taka yfir verkalýðsfélag, það á að vera erfitt. En það þarf samt að vera lýðræðislegt. Og ef það lýðræðislegur vilji, þá á það að geta gengið. En þá þarf líka fólk að vera virkt til þess. En ég mér langar til þess að benda á þetta hérna. Þetta svona eitt af því sem, ég tengi þetta líka verkalýðshreyfinguna. 1220. Hvað merkir þetta? 1220. Enginn henni af allir sem velda sem getur böndar á það. Hvað hérna, hvað 1220 merkir? Já. Nú var það fréttir. Fréttatíminn. Já. Og af hverju það 1220? Þetta eina landið í Evrópu fyrir utan Færeyjar. Færeyjar tók þetta upp 56 að hafa 1220 fréttatíma. Af hverju 1220? Þetta hefur verið svona frá 34. Í útvarpið ríkisútvarpið stofnað 30. Mjög fljótlega gerir verkalýðshreyfingin kröfu að fá aðgang að þessari stofnun og vera þátttakandi í mótun hennar, og það látið eftir 34. Það var reyndar stjórnin vinnandi stétta. Og mér finnst þetta svo ofboðslega fallegt dæmi það hvað stofnun eins og Ríkisútvarpið var upphaflega meðvituð það að hún væri sameign okkar. Við ættum öll að hafa aðgang að henni, við ættum öll að geta notið hennar og þess sem hún að bjóða. Og 1220 var aðal fréttatími dagsins. Og af hverju 1220? Þá menn komnir í mat. Menn fara í mat kl. 12, menn hafa tíma til þess að hjóla heim eða hlaupa heim. Það var svo stutt í heimili fólks. Menn náðu heim fyrir fréttir. Gátu ég verið búin að skella í sig soðningunni og taka kaffi á skál og södra, flykt sér augnablik og hvílt sig, ég vil fengið sér dúr, vakna svo, svona korter í, náðu kannski að skella í sig einni skál af kaffi eða tveimur og
og ná í vinnuna fyrir eitt. Þetta hefur mér fundist alveg ofsalega fallegt dæmi og ég hef verið hræddastur við að þessi þetta unga fólk sem fyrst og fremst að hugsa hagnað. Nú búið að gera útvarpið, þú veist, þó að þetta sé okkar eign, þá búið að gera þetta svona sjálfseignarstofnun og hún alveg sjálfstæð. Þeir geta gert það sem þeim þóknast, þessum dagskrárstjórum eða hvað sem þeir heita nú. Og ég óttast það að ég hef búin að vekja athygli á þessu á þeim bæ. Þegar þeir tóku síðasta lag fyrir fréttir út, þá var mér bent á það að það væri nú ekki á ástæðulausu sem það verið gert, vegna þess að sá tími sem fór í síðasta lag fyrir fréttir, nú hann notað fyrir auglýsingar og það gaf, ég man ekki hversu margar milljónir, það voru 14 milljónir á mánuði eitthvað slíðis. Alveg gríðarleg, svona við þannig að við þurfum að fórna þessu bara. En það maður spyr sér svona hefðirnar, sko, ok, síðasta lag fyrir fréttir, en fréttatími 12:20, þetta partur af okkar sögu, sögu okkar alþýðufólks. Við viljum halda þessum, vita þessu alveg eins og nallanum, sko. Hérna var ég að sýna bara pólana sem ég nefndi áðan, sem voru þessi hús, og á fjórða áratugnum, mitt reyndar í lok þriðja áratugarins, þá gerð rannsókn á húsnæðismálum Reykvíkinga og það gerð gríðarlega fín skýrsla 28 sem birtist þá. Og þá kemur ljós að ástandið ofsalega bágborið og það verður til þess að dagsbrunamenn, Héðinn í broddi fylkingar, hann ákveður eða þeir ákveða að stofna byggingafélag alþýðu. Og það kraftur í því eins og allt sem hann tók fyrir sér hendur og þeir í dagsbrún á þeim tíma, það var kraftur í því og það voru fengnir arkitektar til að gera teikningar og það var borið upp á fundum. Þegar teikning af fyrstu verkamannabústaðnum var fyrst kynnt, þá var þar fullt hús og það var ein kona sem kvæddi sér hljóðs á þeim fundi og það var kona sem hafði mjög ákveðnar skoðanir á því sem betur mætti fara, því að það var búið að lýsa þessum híbýlum sem áttu að standast alla helstu gæðastaðla að þær kröfur sem nútímamaðurinn gerir til góðra híbýla. Og hún benti á ýmislegt þarna, meðal annars þarna var ekki bað, það vantaði eitt og annað, eldhúsi væri og þröngt og það voru svona mjög ákveðnar, ég gerir grein fyrir þessu líka í bókunum, því að ég hef alltaf dáðst að þessari konu. Allar þessar athugasemdir, sem sé, arkitektin var rekinn heim með þetta og það var tekið tillit til allra þessar athugasemda. Héðinn var víst aldrei spældur, hann benti nú á að þetta væri nú miklu betra heldur en að vera í Bretlandi, sko, hann vissi alveg hvernig verkamannabústaðnir væru þar og þeir væri nú ekki af þessum standard, sko, en engu að síður hann lét eftir og nú í dag eru allir mjög stoltir af þessum framkvæmdum þarna vestur frá. Og þessi kona, hún hafði þessi gríðarlega áhrif á þessum eina fundi. Þetta eini fundurinn sem kona stóð upp á í held ég 3 eða 4 áratugi. Ég fór í gegnum gerðarbækur húsfélags alþýðu. Þetta eina skipti sem kona stendur upp og það líka með þessu líka sko miklu áhrifum. Þetta snilldar hönnun. Þetta snilldar. Og gera þetta allt saman upp og... Já, nákvæmlega. Og þetta eftirsótt í dag. Nú náttúrulega búið að privatisera þetta allt saman. En það sama, það breytir engu, þetta snilldar hönnun. Og þetta alveg farið að því sem var að gerast í þessum slíkri húsagerð í Evrópu. Það eru þessir hringir, þar sem fólk ætti að hafa skjól fyrir umferðinni, leiksvæði fyrir börnin, garður fyrir íbúana, eitthvað svona möguleika á að rækta jarðagróður og allt þetta þarna. Svo fyrir það að í sjálfu húsinu eru verslanir, þetta er bara sjálfbært samfélag, bara húsið sem slíkt.
En hérna, hvað klukkan? Klukkan Já, hún er að 8:30. Já. Eigum að segja þessi gott? Það var ágætt. Já. Ég ætla bara að kveðja þennan áratug með áratug hinna sterku foringja og stórkostlegu fyrirmynda, áratugur hinna skipulögðu fjöldahreyfinga, áratugur hins nýja manns, áratugur hinna mikilfenglugu lausna, áratugur hinna skipulögðu hreinsana og áratugur hinna fölsku drauma. Þetta ætla ég að tala einhvern tímann, kannski, við skulum sjá kannski næsta tíma, en ég tala bara svo lengi, þetta bara vandamál. Þið hafið ekki enga stjórn á mér. En ég ætla bara að segja það að ég vil nefnilega gjarna nefna hérna fölsku drauma vegna þess að ég held því fram að það þrátt fyrir allt. Sovétríkin voru náttúrulega ekki síst eftir að Stalín nær þarna undirtökunum. Samfélag dálítið ótta og þöggunar og bírókratisma, skrifræðis og margt sem náttúrulega við vitum í dag að voru bara hreinlega glæpir gegn mannkyninu, eins og þessar skelfilegu hreinsanir hérna 30 og á 4. áratugnum, skelfilegu hreinsanir. En þetta held ég að hafi farið alltaf framhjá fólki sem var boðið í heimsókn til Sovétríkjanna. Það fékk að vita að hérna væri 8 stunda vinnudagur, ég reynda bara stundum 6 stunda vinnudagur. Hérna væri sameiginlegt eldhús fyrir þá sem byggja til þess á samvirkjubúum. Konan þyrfti ekki að vera að hafa afskipta matagerð eða ágerð því, og það væri til hálfsmánaðar, jafnvel 3 vikna sumafrí. Menn hefur aldrei heyrt minnst á Íslandi, sumafrí, hvað það? Og öll heilbrigðisþjónusta væri ókeypis, öll menntun var ókeypis, allir gætu mennta sig, og sannleikurinn að sá að bolsévikar þátt fyrir allt, þeir útrýmdu ólæsi í Rússlandi og Sovétríkjunum á örfáum árum. Svo að það var bylting, en þeir komu með þessa drauma hingað, þeir sem fóru þannig austurum, og þeir sögðu frá þessum raunveruleika sem var þeirra, og úr því að Sovétmenn geta gert þetta fátæka samfélag sem var bara á lénskipulagsstigi fyrir aldamótin. Ef þeir geta þetta, þá eigum við að geta það líka. Og ég held að þessi draumur hafi átt alveg mikinn þátt í að hér var til það velferðarsamfélag sem við þekkjum í dag. En þetta alveg gott. Ég held að ég sé bara búin. Ég kveð Þóri og Ómar vinn minn sem að fylgjast með á streyminu.